Ég heilsa ykkur, kæru vinir, í Jesú nafni. Yfirskrift orða minna í dag er hvaða máli skiptir útlit og fegurð. Ég horfði á unga samstarfskonu mína daginn í vinnunni minni sem sjúkraliði. Hún var búin að láta sprauta fylliefnum í varirnar sínar, samt ekkert voðalega mikið en það sást vel. Það sem mig undraði er að hún kemur frá Asíulandi þar sem varalögum kvenna er oftar en ekki vel fyllt. Svo hún hafði enga ástæðu til að bæta betur. Ég sagði henni hve mér þætti hún falleg og þyrfti alls ekki að kasta pening í þessa svokölluðu fegurðaraðgerð. Þegar ég sagði henni að hún væri mjög falleg og mér hefði alltaf fundist það, varð hún eins og undrandi. Upplifði það alls ekki sjálf. Vonandi trúir hún mér og annarri samstarfskonu sem tók undir með mér. En hvað er það sem veldur oftar en ekki svona neikvæðri sjálfsímynd? Við erum alltaf að rífa okkur niður. Við erum ekki nógu góð og ekki nógu klár og ekki nógu falleg og endalaust. Óteljandi konur og menn borga ómældar upphæðir til að breyta útliti og telja sér trúum að þetta sé nauðsynleg lagfæring og gerir betur bóta útliti, sem auki á sjálfstraust og hamingju. Ég er ekki að tala að við eigum ekki að gera nauðsynlegar aðgerðir. Við getum fæðst með eitthvað í andlitinu og holgóm og annað og það er dýrmætt að eiga lækna sem geta ráðið bóta á því, en hitt er að verða faraldur og orðið það. Þeir sem græða verða sumir moldríkir af því einu að mæta þessari þrá til að líta vel út, vekja athygli fyrir gott og aðlaðandi útlit. Ég ætla aðeins að glugga í texta sem við þekkjum úr ritningunni. Í fyrra Pétursbréfi segir: skart yðar sé ekki ytra skraut, hárgreiðslur og gullskraut og viðhafnarbúningur, heldur hinn huldi maður hjartans, búinn óforgengilegri fegurð hóværs og hljóðláts anda. Þetta er dýrmætt í augum Guðs. Guð er ekki að banna konum að klæða sig fallega eða bera eitthvað sem fer vel við hár og föt. Miklu fremur er hann að tala hvað eigi að hafa forgang, hvað skiptir mestu máli. Það er það sem við gjarnan köllum innri fegurð, innri maður, persónuleiki, viðmót. Og hvað er á bakvið ytri hjúpin? Gott að rannsaka það. Í 28. kafla í Esekiel getur að líta, svo segir drottinn Guð: þú varst ímynd innsiglishrings. Innsiglishringur var mjög sterkt tákn vald og hann var fagurlega gjörður og dýrasta málmi sem fyrirfannst. Hann var yfirleitt á hendi keisara og mikilmenna. Svo innsiglishryngur var mjög sérstakur hringur. En þú varst ímynd innsiglishrings fullur af speki og fullkomin að fegurð. Þú varst í Eden, aldingarði Guðs. Þú varst þakin, alls konar dýrum steinum, karneól, tópas, jaspis, krísolít, sjóam, ónix, safír, karbunkúl, smaragð og umgjörið þínar og útflúr var gjört af gulli. Svo sannarlega var hann skreyttur. Þið vitum hvern við erum að tala. Daginn sem þú varst skapaður var það búið til. Svo að Guð skapaði og hann líka gjörði fegurð af ýmissi gerð. Hann segir hérna í 14. versi: ég hafði skipað þig verndarkerúb. Hann var sem sagt mjög valdamikill í ábyrgðarstöðu. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnanlegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Já, hann var mjög háttsettur stjórnandi í Guðs ríki, þessi einstaklingur, þessi skapaði einstaklingur. Við vitum hvernig er verið að tala, er það ekki?
en þar til yfirsjón fannst hjá þér. Fyrir þína miklu verslun eða blekkingu fylltir þú þig hið innra ofríki og syndgaðir. Þú verndarkerúb, og syndgaðir, þá óhelgaði ég þig, hann sviftan sem sagt þessari tign, og rak þig burt á goðafjallinu og það sem á eftir að gerast, en það talaði að þarna tordýmdi þér. Þú verndarkerúb, burt frá hinum glóandi steinum. Já, hið illa á eftir að hverfa og eyðast. En áfram segir í 17. versi, hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni, þú gjörðir speki þín að engu. Hann var vitur, hann hafði allar þær gáfur sem okkur gæti óskað sér. Þú gerðir speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar og ofurseldi þig konungum, svo að þeir mættu horfa nægju sína á þig. Og hann er hér og hefur verið hér frá upphafi mannkyns. Og honum tókst hann á völdum sem hann beitir óspart enn þann dag í dag. Og því sem kallað er verslun í þessum texta sem er alls konar freistingar, alls konar blekkingar. Jörðin og mannkynið hefur setið uppi með þennan uppreisnarsegg síðan fyrstu foreldrar okkar gengum á fegursta stað jarðar sem engin orð fá lýst. Áhrifavald hans og fallina engla hans er svo viðamikið að mér myndi ekki endast dagurinn til að telja það allt upp, en mitt í öllu þessu hefur honum sem er meistari blekkingana og lygina faðir eins og Jesú kallaði hann, tekist að telja milljónum trúum að útlit skipti meira máli en hjartalag, að fegur sé eitthvað sem maðurinn geti skapað sjálfur og lagað og uppfært vegna eigin snilli og kunnáttu. Það eru hlutir að gerast í heiminum í dag sem ekki þola dagsins ljós. Það eru efni sem sóst er eftir til að efla æskuljóman, en slíkt er hernaðarleyndamál. Þessi efni fást til dæmis úr naflastreng nýfæddra barna og eru svo eftirsótt að mikið kapp er sett á að klippa hratt og snemma á strenginn til að ná þessum dýrmætu stofnfrumum sem svo eru notaðar í ýmiss konar aðgerðir, oftar en ekki tengt heilsu og fegurð þeirra sem geta borgað háar upphæðir fyrir meðferðir og yngingar áhrif. Ef rétt er að staðið á að leyfa naflastrengnum að hvílast milli móður og barns þar til hann tæmist alveg og barnið hefur fengið til sín dýrmætt efni sem berast eftir honum, en nú liggur svo á að hægt sé að nýta og taka, græða jafnvel pening, og í þeim hluta heimsins þar sem líf er oft ekki metið mikils. Þar fara þessar athafnir fram bak við luktardyr. Og fólk hverfur jafnvel án þess að mikið ber á. Þar eru líffæri seld og tekin, engin spurður og engin veit. Nema auðvita Guð faðir sem að horfa upp á þessa græðgi og grimmd, þar til yfir líkur. Vissulega er einnig til þau fyrirtæki sem gefa sig út fyrir að hjálpa konum, sem telja sig ekki geta eignast barn sem var til í móðurlífi þeirra, einhverra hluta vegna. Sum þessara fyrirtækja selja svo líkamshluta og nær fullburða fóstrum til annara fyrirtækja sem starfa leynilega að því að búa til einhvers konar töfralyf sem yngingarmeðul handa hinu ríku sem hirða ekkert Guð né sköpun. Segja má með sanni að þetta séu barnafórnir nútímans, færð á altari mammons. Áður voru þetta trúarathafnir þeirra sem sneru sér til annara guða, Bals, Mólóks og hvað þeir nú heita. Börnum var fórnað. Það er ekkert leyndarmál. Þarna komum við að kjarna málsins. Því fjær sem maðurinn færi sig frá Guði,
Því fjær sem hann telur sig komast frá regluverki siðferðis og lífsvirðingar, því meir dregst hann að þeim sem hrokaðist af fegurð sinni. Ég er ekki saklaus af því að hafa verið óánægð með sjálfa mig, útlit mitt, þyngd, hár, húð. Líklega erum við fá alveg laus við það. Sumir þjóðflokkar stunda alls konar siði sem lúta að líkamlegum breytingum til að auðkenna sig frá öðrum. Það að vera bara eins og við erum virðist svo einstaklega flókið. Samt fengum við skýra leiðbeiningar frá örófi alda. Í 6. kafla fyrra Kórinthubréfs er vel þess virði að lesa. Ég vil þó aðeins vitna í síðasta hluta þessa kafla. Í 19. versu áfram segir: Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði og ekki eru þér yðar eigin. Þér eru verðikeyptir, vegsami því Guð með líkama yðar. Ég oft hugsað þessi orð. Hvað þýðir að líkami okkar sé musteri heilags anda? Kristur sagði í Jóhannes 2. kafla þegar gyðingarnir vildu fá rök fyrir því hver hefði gefið honum vald til að reka víxlarana út úr musturinu. Gyðingarnir sögðu þá við hann: Hvaða tákn getur þú sýnt oss það að þú megir gera þetta? Og Jesús svaraði þeim: Brjótið þetta musteri og ég skal reisa það á 3 dögum. Þá sögðu gyðingar: Þetta musteri hefur verið 46 ár í smíðum og að þú ætlar að reisa það á 3 dögum? En hann var að tala musteri líkama síns. Þegar hann var risinn upp frá dauðum, minntust lærisveinar hans að hann hafði sagt þetta og trúðu ritningunni og orðinu sem Jesús hafði talað. Svo lærisveinarnir öðluðust skilningin eftir á eins og við gerum svo mörg. Nú höfum við þessi dýrmætu guðspjöll og við þurfum að þekkja þau til að halda lífi. Við þurfum að rannsaka þau og skilja hvað er verið að tala og segja öðrum sem ekki vita. Annars erum við sek vanrækslu við þá sem þekkja ekki sannleikann. Að líkami okkar er musteri heilags anda er stórt hugtak og mikilvægt. Heili okkar og vitund er móttökutæki fyrir heilagan anda. Ef við hugsum ekki heilsuna, gætum að því sem er okkur mikilvægt til að halda heilsu, þá erum við útsett fyrir því að líkaminn sýkist og heilin verður ófær að hugsa skýrt og þar með móttaka áhrif heilags anda. Þetta gæti orðið fyrirlestur heilsu og alls konar, en ég ætla ekki að lengra með það. Við vitum svo miklu meir í dag hvað við þurfum að gera til að halda þreki, skýrri hugsun, gleði og einbeitingu. Besta meðalið er Guðs orð. Lesa það og íhuga. Muna að við erum einn líkami, einn hugur, sköpun Guðs. Ekki tæma hugan eða hleypa einhverju óþekktu inn í hugan og hjartað. Nei, íhuga Guðs orð, leiðbeiningar Jesú Krists, boðorðin 10. Það er númer 1. Svo gott að þekkja upphafið og baráttuna. Ekki til að geta hraðlesið og básanu hvað Guð er harður og refsiglaður. Margir gera það hins vegar óspart. Þeir taka út einu og eina setningu, slíta á samhengi og segjast svo hafa lesið Biblíuna. Þeir vitna í eina málsgrein og tala refsiglaðan, óréttlátan og grimman Guð sem slátri fólki, geri ekkert til að bjarga úr voða, horfa á börn drepin. Listin er endalaus, enda komin frá sjálfum ákæranda, bræðra vorra, eins og Satan er líka nefndur. Satan, byrjaði að horfa á eigið ágæti og í stað þess að vegsama skapara sinn ákvað hann að setja sig í samkeppni við hann, teljast honum jafn. Þetta var frelsi sem Guð gaf
til að hugsa og álykta, svo það var áhætta sem skaparinn tók. Við höfum enn þetta frelsi og margir hafa líkt og áður að kjósa að snúa baki við Guði og snúa sér til annara guða. Þeir geta borið alls konar heiti þessir aðrir guðir. Það getur verið þróunarkenning, miklikvellur, náttúruöfl, listin er langur og margleitur. Allt nema að allt eigi sér upphaf í miklum mætti sem elskar sköpun sína og mun sjá til þess að réttlætið og ljósið sigri. Þessi staðreynd ástand heimsins í dag skýrir margt að mínu viti. Þetta fráhvarf frá Guði, þessi vantrú á tilveru hans, vantrú á sannleikann og leið trú á frelsi til að gera ýmislegt sem Guð lýsti sem andstyggð. Fyrirlitning á trú og kenningum heilagra ritningar, áhugaleysi á að skoða sannleikann sem þar má finna, fullyrðingar að þessi bók sé marklaus, margþýdd og breytt og svo framvegis. Allt marklaus rökleysa þeirra sem vilja ekki horfast í augu við eigin dauðleika, vanmátt og þekkingarskort. Vilja ekki trúa að almáttugur Guð hefur skapað manninn og konuna í sinni mynd. Einstök með hæfileika til að velja og álykta, hugsa, elska og jafnvel hata. Samþykja og hafna. Ekki þróun, heldur vera með stórkostlega hæfileika til að skapa og eflast að visku og vexti. Engin skepna á allri jörðinni hefur breyst eins og maðurinn í tímanna rás. Ekki samt alltaf til góðs eins og við vitum. Áhrifavaldurinn er allt kring, óvinur Guðs og hann vinnur á mörgum vígstöðum. Allt þetta hefur leitt til meðal annars geigvænlegra breytinga á málum sem varða kynferði og svo kallaða fjölbreytni manna og kvenna. Svo sterkt kveður að þessu að þeir sem ekki samþykkja allar þessar áherslur og kenningar æskilegan fjölbreytileika og litskrúð, hvað sem það svo þýðir, það fólk fær yfir sig háværar yfirlýsingar að það sé að tala fram hatur og valda þeim skaða sem vilja fara sínu fram, hvað sem það kostar. Svo alvarlegt er þetta viðhorf hinna háværu minnihluta hópa að nú er nýbúið að skjóta til bana í Ameríku ungan mann sem var ekki sammála þessum hópum í sínum umdeilda áróðri og kröfum. Það kostaði hann lífið, 2 börn orðin föðurlaus og ung móðir ekkja. Charlie Kirk hélt hvíldardaginn. Já, og hann talaði hann sem forréttindi og hvíld með ástvinum. Ég þarf að kynna með Charlie Kirk meira eins og allir hinir sem að hafa bara lýst því yfir að þeir séu í hans liði. En hann þurfti að deyja fyrir trú sína, vera skotinn. Já, það er sorglegra en tárum taki að það skuli vera til heimur sem drepur fólk bara fyrir það að standa með trú sinni og skoðunum. En það er staðreyndin og við sjáum hana blasa við okkur í dag. Hvaða máli skiptir útlit og sjálfsmynd í raun og veru? Afar miklu, það er víst. En eigum við að rjúka upp og svara strax óánægjuröddum afkvæma okkar þegar þau tala hástöfum óánægju sína með útlit, getu og síðast en ekki síst kyn. Þessi söngur byrjar á alls konar aldri en ekki síst þegar nálgast unglingsárin. Áður gekk þetta oftast yfir og þroskinn kom og svo breyttust viðhorf. Núna hafa börnin áhrifavalda sem telja þeim trúum að minnsta tilfinningum að eitthvað sé ekki eins og það á að vera, sé merki að eitthvað sé ekki í lagi, að það þurfa að laga það, leiðrétta, jafnvel grípa inn í
með efnum til að breyta þroskaferli og útliti. Allt vegna þess að hugmyndafræði sem boðar fjölbreytileika orðin ógnar stór þáttur í heimsmyndinni. Þegar ónefndur þingmaður notaði orðið hugmyndafræði hér á dögunum, var það að setja öryggisvörðum heimili hans. Svo mikill órói varð í vissum hópum sem fullyrtu að þetta hugtak væri árás og hatursorðræða. Hvar endar þetta? Foreldrar í höfuðstöð Norðurlands hafa nú krafist þess að viss hugmyndafræði verði tekin út úr skólakerfi þeirra, að vissir hópar fái ekki að bera fram fyrir börn þeirra kenningar sem vissulega hafa verið umdeildar en sumir hafa tekið vel á móti í nafni víðsýni og frelsis. Svo fóru þau, foreldrar margra barna, að skoða hvað börnum væri sagt samskipti kynjanna, kynferði, tilfinningar, kynlíf. Við erum að tala ung börn. Hvað þurfa þau til dæmis að vita kynþokka? Hvers vegna þarf að telja þeim trúum að kannski séu þau í röngum líkama, rétt það bil sem þau gerir sér grein fyrir að við erum ekki öll eins. Vinkona mín á bæði son og dætur og þau eru öll sérstakir persónuleikar eins og vantir að vera. Önnur af dæturum hennar var það sem við vorum vön að kalla strákastelpa. Ég var það líka, svo lítið. Hún vildi vera úti í strákaleikjum, klifri trjám, já, allt mögulegt annað en að leika með dúkkur og keyra dúkkuvagna. Og svo leið tíminn. Sem betur fer voru ekki áhrifavaldar eða leiðbeinendur komnir inn í skólan hennar til að segja henni að kannski væri hún í röngum líkama eða eitthvað í þá áttina. Svo einn góðan við þetta, bingo! Strákastelpan blómstraði í ungling með smekk fyrir kvenlegum fötum og fór svo að hugsa útlitið og smekklega tísku, glæsileg kona, gift og móðir í dag. Chloe, sem að býr í Ameríku, hún var ekki svona heppin. Hún yngri og áhrifavaldar nýju hugmyndafræðinar, sterkir í hennar ameríska skólaumhverfi. Á kynþroska aldrinum fékk hún þá hugmynd að hún vildi ekki verða kona. Hún vildi vera karlkyns. Svo bara á þunglindi og þráhyggju sem kostaði yfirlýsingar, dramatískar á köflum og leita var til sálfræðings. Hann samþykkti hugaróra Chloe og lagði til að best væri hún færi strax í hormónameðferð til að stöðva kvenlegan þroska hennar. Annars gæti farið illa. Betra væri að fá ungan mann á lífi en dána unga konu. Hvað eiga foreldrar að gera? Chloe fór svo í framhaldi í aðgerðir sem námu brott, bæði brjóst og móðurlíf. Og ég hef séð viðtal, ég hef séð þessa konu tala þessar raunir og hún grét tvítuga aldri yfir því að mega aldrei eignast barn, aldrei finna barn við barm sinn og allt sem að ungri móður yfirleitt gefið. Þetta er hræðileg sorg sem hún má bera allt sitt líf. Til að gera langa sögu stutta þá er Chloe núna þekkt Bandaríkin fyrir að hafa skipt skoðun 16 ára aldur, var 13 ára þegar þetta ferli hófst. Hún hefur lýst harmasögu sinni í fyrirlestrum víða Bandaríkin, mörgum úr fjölbreytileika heiminum til ama, sem vilja helst þagga niður í henni og hunsa málflutning hennar og reynslusögu. Læknar sem áttu þátt í því að fjarlægja mikilvæga líkamshluta hennar eins og brjóstin, vildu ekkert vita af þjáningum og afleiðingum þeirra aðgerða. Þeim var slétt sama. Þetta var eitthvað sem mátti bara bera vaselín á. Það er komið fjölmenn samtök fólks þarna úti sem skiptum skoðun og hættu við og vilja vara aðra við því að ganga svona langt eða leyfa að fikta sér við hormónakerfi ungra barna. Röfn þeirra eflist,
vona ég. En þau eiga við rammanreip að draga, því að elíta þeirra háværu vilja þagga niður í þeim. Hvaða máli skiptir útlit? Ung kona var út að hlaupa í Ástralíu, hamingjusömu unnusta tilbúin inn í framtíðina. Skógareldur og rok sköpuðu eldstorm og hún lenti í alvarlegum bruna á 60% líkamanns, þar með á andliti. Hafandi verið módel undurfalleg var hún nú skaðbrennt verkefni lækna í ótal aðgerðum í mörg ár. Við þurfum engar myndir til að ímynda okkur húð sem að eldurinn hefur skemmt. Það er hræðilegt að sjá. Við höfum öll séð hryllilega myndir af brenndu fólki. Svo kom sá tími að hún gat reynt að lifa eðlilegu lífi og þau fóru í ferðalag saman, þar sem unnustinn bað hennar loks. Þau eru hamingjusamir foreldrar núna. Þegar spurður hvernig hann gat horft á hana svona skemmta og líka verið svona ástfangin og vilja eignast hana fyrir konu, fáránleg spurning, finnst ykkur ekki? En þá svaraði hann einfaldlega: ég elskaði hana sem mannesku og persónu, ekki vegna útlitisins. Í mínum huga var hún enn jafn fögur. Í heimi útlitsstyrkunar og líta aðgerða má renna huganum til þess sem í upphafi var svo upptekin af fegurð sinni og gáfum. Er hann ekki sterkasti áhrifavaldur alls þess sem nú hefur farið úrskeiðis? Kveikjan að óánægju, kveikjan að því að gleyma að við erum sköpuð í Guðs mynd, að við erum dýrmæt og verði keypt. Í 1. Kórinthubréfi segir, í 23. versi áfram: þér eru verði keyptir, verðið ekki þrælar manna. Góður punktur. Hverjir eru þrælar manna? Hverjir eru þrælar lítalæknanna? Hverjir eru þrælar áróðursins í heiminum? Þrælar alls sem kemur frá Hollywood. Getið talið upp langan lista. Hverjir eru þrælar þessa? Kristur, hann keypti okkur með lífsblóði sínu, sem þýðir að við eigum eilíft líf fyrir blóð hans ef við þiggjum þá dýrmætu gjöf. Við þurfum að lifa með þá sannfæringu að við erum óendanlega dýrmæt. Guð lítur ekki á ytri fegurð, ytra borð, hann lítur á hjartað. Það er sannur kærleikur. Í 5. Mósebók 7. kafla stendur: þú skalt elska Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni og af öllum mætti þínum. Þessi orð sem ég legg fyrir þig í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst til hvíldar og þegar þú ferð á fætur. Við þurfum að lifa í þessari hugsun og ekki hika við að segja: ég elska þig, Drottinn, þú ert minn faðir, þú ert minn skapari. Og í Lúkas í 10. kafla þá er þetta bergmálað. Lögvitringur nokkur stéð fram og vildi freista Jesú og mælti: meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Og Jesús svaraði við hann: hvað er ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Og hann svaraði: elska skalt þú Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfan þig. Það er sennilega erfiðast fyrir marga. En ef við elskum náungan, þá megum við líka hafa skoðun á því hvað náungin gerir og hvað hann velur að gera. En það er ekki hatursboðskapur, það er umhyggja. Það getur verið bara hreinn kærleikur. En Charlie Kirk var drepinn fyrir það að hafa skoðun.
Það stendur enn sem ritað var í Gamla testamentinu og því Nýja. Bæði tala mikilvægi þess að elska af öllu hjarta. Betur væri að fleiri gerðu sig grein fyrir því hvað það er að elska af öllu hjarta, því að Drottinn Guð kenndi okkur það og hann sparar ekkert til þess að bjarga okkur. Amen.